Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Upp á gömlu lofti í svokölluðu villahúsi á Þórshöfn prjónastofan Vanda til húsa, fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu vinnuvettlinga. Það var í raun hrein tilviljun að fyrirtæki var stofnað, en árið 2010 ráku þau Vilborg Stefánsdóttir og Jón Rúnar Jónsson augun í auglýsingu prjónavélar til sölu og ákváðu að geti verið góð hugmynd að koma á fót litlu fyrirtæki. Þótt þetta sé einungis aukavinna hjá þeim hjónum, þá voru Vanda vaxið heilmikið og framleiðir 5.000 pör af vettlingum á ári. Fyrsta árið okkar framleiddum við og seldum rétt 500 pör og vorum bara hæst ánægð með það. 2015 seldum við yfir 6.000 pör, þannig að það hefur breyst. Þetta hefur vaxið mjög mikið. Framleiðslan hefur aukist alveg rosalega mikið. Og var það stefnan til að byrja með að þetta myndi svona vaxa og verða kannski smám saman ykkar aðalstarf, hefur það verið stefnan? Draumurinn bara. Já. Og það er þetta bara gott að, það er alltaf góð tilfinning að vera sjálfstæður með eitthvað og geta verið svona með sína eigin framleiðslu og þú ert í sölu og ert að þína tekjur þannig, það er alltaf góð tilfinning og sjálfsögðu er það stefnan hjá okkur. Þið fáðu þarna styrk 2013. Hversu miklu máli skipti sá styrkur fyrir ykkur? Hann skipti gríðarlega miklu máli. Við sóttum hann styrk sem heitir Vaxna, eða Vaxtarsamningur Norðausturlands. Það er 2013 sem okkur er úthlutaður sá samningur. Við fórum út í markaðsmál, þróum bara vörumerkingar, betri vörumerkingar, létum gera logo fyrir okkur. Þetta hefur haft gríðarlega áhrif á söluna hjá okkur. Kjölfaraði því samhliða þeirri vinnu að þá förum við að þróa nýja vörulínu sem eru svartir vettlingar og sem eru hugsaðir þá svona eins og fyrir fínni vinnu, útivistafólk, hestamenn sækið að það svona. Og við gerðum okkur heimasíðu og allt þetta svona byggist utanum það að hafa fengið þennan styrk. 2015 kláruðum við styrkin. Við vorum með útflutning í huga líka sem er ennþá svona í bígerð. Segð mér aðeins meira frá því, hefur það verið stefnan hjá okkur að fara að flytja út? Já, það er kannski bara svona fullt stór biti ef maður fer ef maður fengi stóra kuna, þá er þetta allt stóri kuna sem eru í boði. Það er bara endurnýja vélar og gera alls kyns. Þannig að það er stór stökk að við farum í það. Segð mér aðeins frá þessum vettlingum ykkar, hver er svona sérstan, hvað einkennir þessa vettlinga? Þeir eru bara sterkir og hlýir, sko. Já, bara endast vel. Hverjir eru það sem eru helst að nota þá? Já, svona okkar tilfinning er svo að það er bændur, hestamenn, byggingaiðnaðurinn notar þá gríðarlega mikið. Þeir eru slitsterkir en hlýir. Þannig að það er í vissum störfum sem að það hefur gríðarlega áhrif. Og til þess að annað eftirspurn, þá er nauðsynlegt að hafa góðar vélar. Þetta eru japanska vélar sem voru keyptar hingað til landsins á Hellu, held ég verið, Hvolsvöll. Það voru Hellu fyrst og það Mosfell. Já, 81, sko. Já. Þannig að þetta eru býsna gamla vélar, sko. Ekki alveg nýjar, en standa alltaf verið sínið eitthvað? Já, það gera það ótrúlega, það er mjög gott að varneti í þetta. Og það er nýjar vélar, svona vélar eru nánast eins í grunninn, sko, það er bara svona smá breytingar sem eru. Þú segði mér frá því þegar þið voruð að byrja fyrst, þá þurfti þú nú að eyða ansi mörgum vinnustundum í það að svona koma þér inn í þetta og læra á þetta, er það ekki sett? Já. Þetta er ekkert einfalt, sko. Þetta virkaði með einfallan í byrjun, sko, þegar þetta var í lagi, en ekki þegar þetta fór að bila. En það hefur allt lagast, við erum búin að læra aðeins af nokkrum mistökum. Já, maður læri mest af því að prófa þetta bara og prófa sáfram. Já, og ég hef nú góðan svona ráðgjafa þarna fyrir svona Paf sem hefur aðstæðað mig. Hversu miklu afkasta þessar vélar? Þær eru að prjóna, þær taka svona cirka 5 mínútur í að prjóna 2 vettlinga, sérst parið. Þannig að, en þær eru kostum getar að við getum settar á stað, þær eru frekar háaðasamar, en við getum settar á stað bara að kvöldi þegar við förum heim kannski
og þá eru þær hérna eins og við tölum búin að fylla sig á morgni þegar við komum, þá hafa þær prjónað upp í kassan og hérna þær stoppa ef að band flækist eða eitthvað, brotnar nál eða eitthvað slíkt, þá stoppa þær strax og hérna, og ef það kom ekki vettlingnum frá sér, þá stoppa þær. Þannig að við erum, dálítið við nýtum okkur það mikið, að láta þær prjóna þegar við erum í burtu. En þetta er ekki eini hlutin af keðjunni, framleiðslu keðjunni, það er ýmislegt sem eftir að gera þegar vettlingur kemur út. Já. Þá byrja að vinna, sko. Þegar vettlingurinn er komin hérna niður, þá lítur hann svona út. Og hún klippir spottana við hvert fingur, þá klippir hún bandið og það myndast þessi spottar. Við þurfum alltaf við þurfum að losa okkur við þessa spotta. Við tókum vettlingina aðeins svona til, ef það er standað þá klippum við þessa. Við þurfum líka að grannt skoða vettlingin, það geta verið gallar, staðið einhver staðar út eða komið gat eða allt gerst í þessu. Eftir að við erum búin að klippa og snirta vettlingina sem við köllum, þá er saumu líning á hann sem er sem sagt gúmmíteygja með overlokki yfir. Og sú líning, í gráu vettlingunum notum við þá líningu til þess að auðmerkja stærðina. Við merkjum vettlingin eftir stærðum, eftir hvað litur er á líningunni. Já, eitt litur fyrir hverja stærð? Já. Og svona allir sem hafa notað þessa vettlinga þekkja það, að við notum sem sagt, það eru grænir eru minnstir, rauðir eru miðstærð og stærstu eru bláir. Eftir það er svo vettlingur heftaði saman í par og þá eru þeir tilbúinir í sölu. Og þetta er alveg bara algjörlega íslensk framleiðsla? Já, við erum að kaupa bandið er sem sagt sérblanda fyrir okkur í Ístex og þetta er 30% ull sem að þeir nota, íslenska ull, á móti 70% næloni. Þannig að bandið er íslenskt og við framleiðum þetta hér á staðnum. Þið verður að segja mér aðeins frá þessu nafni, Vanda, hvað kemur það? Fyrirtæki eru þetta að stofna bara við kaupin á þessari framleiðslu, þessum vélum og það var bara, já, það var svona bara hugsunin, finna eitthvað nafn sem tengdist því en væri samt hægt að nota í annað, af því að við vildum ekki einskorða okkur við bara þetta, en Vanda gættu þinn að handa, það var svona það sem varð á valinu. Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.